rosalega að fá þig heimsókn eins og alltaf. Takk að þið fyrir, Sölvi minn, gaman að sjá þig, takk fyrir að bjóða mér. Hvernig hefur það? Ég hef það bara fínt með þér, en þú nú að gera. Já, ég sé að segja þér að stípla að gera, sko, en ég dáist að þér. Maður kom sér í það sjálfur og það er betra að hafa of mikið að gera heldur en of lítið að gera. Það er hárrétt. Vorkenni, ég heiti núna málara, iðnaðarmenn, þú veist, verktaka og svona, og þeir segja allir það sama einhvern veginn, það er bara ekkert að gera og samdrátturinn orðinn gríðarlegur. Já, ertu að heyra það? Já, ég er að heyra það mjög sterkt. Já, það voru 3 samstarfsaðilar sem hættu hjá mér bara síðasta mánuði eitthvað. Og þeir voru allir bara, þú veist, bara æðislegt samstarf og eitthvað, en bara mitt, það bara er fyrir að þrengja að skóin, sko. Já, það er bara, og því miður, þá, eins og ég kann vel við þær, vinkonum mínar, allar valkyrjurnar 3. Já, byrja þar. Þá eiga þær þetta nú eiginlega bara alveg skuldlaust, og þetta er eflaust allt gert í góðri trú, allar þær aðgerðir sem að þessi ríkisstjórn hefur, farið út í, en það virðist vera afskaplega misráðið og hefur ekki gengið þetta stóra plan sem var til þess að ná hér stjórn á efnahagsmálum og við erum bara að súpa seiðið því allharkalega. Já, ég tek bara undir þetta með þér, það er bara ég tek undir það með þér, ég kann vel við þér allar, en það er eigið að skulda, sko. Ég man þegar að kosningarnar komið, þá mitt, þú veist, fekk ég þér allar og ég hugsaði, þú veist, svona ein þeirra náði næstu því að selja mér að kjósa hana, sko. Ég gerði það samt ekki. Af því ég var alltaf með undirliggjandi, sko, þetta. Ég held að Íslendingar því miður þurfi 1 kjörtímabili viðbót til þess að fatta hvaða áhrif það hefur að vera í of miklum kommunisma. Já, ég veit. Sko, það er ekkert máli. Ég get alveg kosið þessar persónur, þessar manneskjur sem slíkar, Inga Sæland er alveg stórkostleg manneskja. Æðisleg. Algjörlega, en það er, ég held að sé bara gríðarlega mikilvægt í stjórnmálum að fólki sem að þar veljist sé með svona grundvallar sans fyrir, þú veist, bara svona basic hagfræði, eins og þetta með að þegar ríkið eyðir of mikið, meira heldur en kemur inn í kassan. Þetta er algjörlega fatalt fyrir allt þjóðfélagið og verðbólgu hvetjandi stjórnvalsaðgerðir sem koma bara á færibandi frá þessari ríkisstjórn. Þetta er svona einhvern veginn, maður er bara really, er þið ekki Kristrún er hagfræðingur, hún er með góðan bakgrunn í þetta, en það er bara þessi tilhneiging til þess að vera þetta góða fólk, sko, sem að ber þetta ágæta fólk ofurliði, þú veist, það er einhvern veginn að það sé alltaf til nógur peningur handa öllum, það er bara svona einhver draumsýn því miður. Já, ég meina, er það ekki, sko, veist, ég held að við séum í einhvers konar hápunkti ákveðin að hluta í þessum velferðarsamfélögum í Evrópu og þú veist, það er þess að tölur, sko, að Evrópa standi undir cirka 15% af framleiðslu heimsins en 60% af velferðar útgjöldum, sko. Þetta er ekki, svo maður notið góða enska orðið, sustainable, sko. Nei, það er nú málið og ég held einmitt að það sem okkur vantar svo sárlega er bara einhvern veginn svona þessi Javier Milei típa sem að Argentína er með núna og típur sem að í Evrópu allri og Íslandi og ég svona, það er það sem að vonar einhvern veginn að sé bara handa við hotnið, þessi ríkisstjórn hún áreglega eftir að tóra út kjörtímabilið en síðan hlýtur eitthvað betra að taka við og ég segi þetta mitt alltaf við þess að verktaka og iðnaðarmenn sem ég hitti og er að tala samdráttinn og ég segi ok, við hljótum að vera nálgast eitthvað botn og þegar við erum búin að gera það þá förum við alltaf aftur upp en þá segja það allir, já, ég meina, þú veist, það er samt alveg 2,5 ár eftir þessari ríkisstjórn, sko. Það er bara þannig, þannig að við erum ekkert að fara að sjá neinar glærur þangað til. Ég var að halda þess áfram, sko, því að því það er ekkert oft sem að ég, er alltaf skeiða. Já, sorry. Það er bara, ég var ekki viss hvort þetta væri eitthvað neyðardæmi, þannig að ég skar úr það með einu SMS-i. Það er rosa mikið að gera. Já. Ég ætla að segja, sko,
þú veist, minnst þú margt af því að ég nú ekkert oft eitthvað að randa stjórnmál, en þegar ég geri það, þá maður einmitt, þú veist, talandi þetta, sko, þú veist, að mér finnst svo augljóst, þú veist, ég kalli þetta bara kommunisma. Það er bara það er svo augljóst að þú veist alltaf að byrja skökkum enda með því að skattleggja alltaf meira. Finna einhverja vonda ríka kalla og endanum bara almenning í staðin fyrir að byrja bara á, þú veist, að fáum svona lítil dæmum, skilur einhverja ríkislögreglustjóri með 35 skall fyrir að fara í rúmfattalagurinn, þú veist, það er bara svo mikið að rugli sem er þetta að skera niður. Algjörlega, ég held að þetta sé aðal, villan, það sem að þú nefnir, þú veist, þetta, þegar stórum fyrirtækjum gengur vel, þá eiga þau að borga meira og þetta hljómar í praxís svona einhvern veginn mjög svona sensible policy og bara sjálfsögðu stóru fyrirtækin sem gengur vel þau eiga að leggja meira til samfélags við erum að hækka skattan á þau en þau gleyma því alltaf og það þýðir bara að þetta fer út í allt verðlag og einhvern veginn og við borgum þetta öll verðbólgan eykst lánin okkar fara úr böndunum og það er bara einhvern veginn þessi grundvallarskilningu sem vantar það vantar einhvern veginn að gefa öllu bæði stóru fyrirtækjunum sem ganga vel og öllum bara meira súrefni til þess að hagkerfið allt rulli betur og meira jafnvægi náist í þessum málum kannski myndum að sjá þetta eitthvað öðru sem að færi sjálfur inn á þing, sko, en mér þetta frekar einfalt, sko, fyrstulega bara að þú ert foreldri og þú vilt að börnin þín sé minni í símanum þá þarf það að vera minni í símanum sjálfur og það er bara einskilur, ef þú vilt að fara að segja, því miður, það er bara erfitt efnahagsástand, þannig að ég þarf að fara að skattleggja aðeins meira, þá þarf ég að byrja að taka til hjá sjálfum mér, til þess að ég einhverja innistæði þess. En þau segja alltaf, eins og þú segir, sko, þegar að vera að benda á eitthvað svona, okkur skerið ekki þetta, þetta eru nú ekki stóru peningarnir, sko. Þú veist, ákveður með þetta mannréttindaskrifstofu, eitthvað 15 manns á skrifstofunni sem að þetta er algjörst rugl og er bara að þvælast fyrir. Já, það eru nú ekki stóru peningarnir, sko. Það er nú, já, en ákveður skerir þetta samt ekki niður. Þú veist, þið byrjið þá einhver staðar allavega. Ef ég get ekki skorið ystu fytuna, þá get ég ekki skorið neitt. En það var alltaf, já, það kemur alltaf, þetta er nefnilega stóru peningarnir þegar þetta safnast saman. Já, algjörlega. Það er bara 500 milljónir hér, milljarður þar, 1,5 milljarður hér, þetta er fljótt að telja. Fyrir mér er þetta óbáslega skýrt, en að þetta sé svona algjörst aðalatri og þetta er ESB-máli líka, sko. Við erum náttúrulega á barmi þess að sækjum aðild að Evrópusambandinu vegna þess að okkur tekst ekki að ná þessu jafnvægi sem að þarf til þess að vextir og verðbólga og vextir sé ekki úr böndunum og það er eina ástæðan fyrir því að almenningur er til í að skoða þetta Evrópusambandstæmi af því að það er allur almenningur sammála því að við viljum ekki gefa frá okkur auðlindir sjávarútvegsauðlindir og orkuna eða neitt af þessum málum sem að við þurfum væntanlega að fórna þegar við göngum inn í Evrópusambandi en á sama tíma allir er sammála því að það er allir sammála því að þetta eru mjög þreyttir á þessu vaxtastígi á íbúðalánunum og svo framvegis og þess vegna eru við til að skoða þetta það er eina ástæðan en það hitt sko sem ég myndi segja þú veist talandi um að búa til meira súrefni ég var tökstað bara eins og með sjávarútveginn í staðin fyrir að það sé það þarf að skattleggja vondu sjávarútvegskallana meira þá er það bara að kalla eigendur allra stærstu sjávarútvegsfyrirtækin að borðinu og segja, heyrðu bara, þið með alveg græða. En þetta þarf alltaf endin í íslensku samfélagi. Þannig að þú veist, ég þarf ekki að skattleggja ykkur meira, í því þurfu bara að setja allan hagnaðinn og arðinn í að fjárfesta til þess að búi til súrefni í íslensku atvinnulífi. Þá bara megið þið alveg græða og ég skal láta ykkur friði, sko. Þannig minnst nú endanum þessi ideológía að þú veist að má enginn vera ríkur, hún er að eyðileggja fyrir öllum, í staðin fyrir að sé bara frábært einhver vera ríkir ef allir græða, skilur. En ef þetta endar í einhverjum að þú endur á skattleggja þetta það mikið að þessi gæjar kunni ekki á einhverja aflandsreikninga og leiðir til þess að bara fara með þetta úr landi eða þú ætlar að fara skattinu og mikið. Þeir eru fyrstir til þess að kunna það. Þannig að þú endar á að fá minni í kassan, skilur. Þú endar á að skemma. Og þetta hefur sýnt sig í öllum þeim ríkjum þar sem að þetta er gert, sko, það sem að skrúa er svona fyrir súrefnið hjá stóru fjármagnseigendurnar og svona sem að velta stóru hlössunum. Að þá bara hlaupa þeir í burtu, sko. En hvað finnst þér sko, svo höldum við áfram að tala okkar bestu konur, hvað finnst þér þessa Evrópuvegferð? Já, þetta er náttúrulega stóra málið í dag og þú veist, eins og ég segi aftur, ég skila rosalega vel að fólk vilji, og ég er allur þar, ég er til að
skoða allar leiðir til þess að sjá eðlilega stöðu efnahagsmála, verðbólgan lækki og vextirni minni lækka, það er bara ég til að skoða allt. En ég trúi því einlega það sé hægt að gera það með öðrum leiðum heldur en á gangi í Evrópusambandið og ég trúi því einlega að við þurfum að fórna of miklu til þess að ganga inn í Evrópusambandið til þess að þessi bara möguleiki fyrir okkur. Og maður einhvern veginn sko maður upplifir það svolítið þannig hjá þeim séða þannig að við séum að fara inn í Evrópusambandi alveg sama hvað. Þær eru með yfirlýsingar að það séu rauða línur og það verði, Inga Sæland sagði í viðtali hjá mér að það verði alveg skýrt að það þyrfti að vera algjörlega 100% og óafturkræf yfirráð okkar yfir okkar auðlundum. Ef það er ekki 100% skýrt þá er ekki gengið þetta inn. En ég held að það sé ekki alveg svona mikil rauði lína hjá hinum stöllunum. Nei, og sérstaklega ekki hjá Þorgerði, sko. Nei, einmitt. Mér finnst einhvern veginn svolítið skrítið, ef ég ætti bara að horfa á stóru myndina, það er eitthvað 15% flokkur að draga alla þjóðina inn, það var enginn að biðja þetta, sko. Nei. Og ég held að ég upplifi Kristrúnu þannig, hún er engan á hósu, sko. Hún myndi svona í besta falli kannski vilja skoða þetta eftir árið eitthvað, en hún er að leiða þessa ríkisstjórn og hún byrjar með rosa goodwill og vinsældir og eins og segir, hún er hagfræðingur og hún er eflaust með sínar hugmyndir hvernig er hægt að laga vaxtastigið, draga úr verðbólgu. Eins og hún bara dregin inn í þetta og ég sé ekki neitt annað en það er alveg sama hvað það er að fara að gera. Þetta er að fara að draga úr vinsældum ríkisstjórnar. Já, ég held að þessi kenning get alveg haldið vatni hjá þér, sko. Þetta sé svolítið, hún sé eins og illa gerður hlutir og hún er það. Já, en Viðreisn er hins vegar bara einhvern veginn, þá er þetta bara stefnumál alveg sama hvað, sko, við ætlum með Evrópusambandið, það er stefnan, skiptir ekki máli hvað er samið í raun og veru, það er bara, þannig að þetta er mjög vont mál. Ég er alltaf átt að mig betur og betur á því hvað ég er mikill, ég man ekki hvað þetta er kallað í, það er eitthvað orð sem er notað mikið í bandarískum stjórnmálum yfir þá sem eru bara svolítið svona bara frelsi, getur ríkið látum í friði. Manstu orðið yfir þetta? Þetta er eitthvað Það er bara libertarian. Já, svolítið er það ekki það, libertarian. Ég er svolítið að fatta alltaf meira og meira, ég er bara rosa mikið þar, sko. Þess vegna hefði ég sagt já við Evrópusambandinu þegar ég var að læra það upp í háskóla fyrir 20 árum. Af því þá var þetta sko frjálst flæði, fjármagns, fólks, betri viðskipti, bara fjórfrelsi, lægra vöruverð, allt þetta bara meira frelsi. En svo núna finnst mér þetta að hafa kúfenst alveg yfir í stærra bákn, meiri búrókrasía, meiri reglur, meiri afskipti. Alkjörlega. Og þá bara ég er ekki að fara að kjósa með því, glemdu hugmyndinni, sko. Já, þetta er bara búið að vera einhver svona tortímingarvegferð, Evrópusambandi í heild sinni. Þetta er alltaf, það er talað mikið sko innan þessar stærstu ríkja þar eru lífveris skuldbindingar sko allt komið í klessu, það er bara fjórföld landsframleiðsla í skuld og það eru stærstu ríkin eins og Frakkland, Þýskaland og Spánn er að glíma við svona mega skuldavanda sem hengju sem hangir yfir þeim. Síðan er orkukrísan sem er búið með svona grænum stefnum er búið að valda því að Evrópubúar þurfa að greiða orkuna margfalt dýrara verði, sko. Það var búið að loka öllum kjarnorkuverum í Þýskalandi og mér sé að vera að opna ný kólaver, sko, af því að umhverfisverndin var svo mikil, sko. En og þú náttúrulega búið að koma í veg fyrir gaskaup frá, samt er ennþá keypt gas á Rússum sem er svona ákveðnar hæsni í öðru samhengi, en það er búið að þrengja þetta allt saman verulega, þannig að orkumálin er í rúst, þannig að iðnaður getur ekki þrifist almennilega, hann er ekki samkeppnishæfur, það fær ekki nægilega ódýr orku, bílaframleiðsla og allur stóri iðnaður hefur dregist saman í Evrópu, þannig að við erum búin langt aftur úr bæði Bandaríkjunum og Asíu og svo framvegis. Svo er innflytjendastefnan, sko, sem er náttúrulega búin að koma Evrópu á kaldan klaka. Og ég held að það sé reyndar eitt svona stærsta málið sem að er og verður, þáttur að núna sé, það er einhvern veginn bara... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.